Eða bara sigur í 8 leik, annað árið í röð á Njarðvík. Eru þið með takk bara á þeim eða? Hvað er að gerast? Þeir hafa ekki unnið í DHL í 10 ár. 10 ár? Þannig að það er ekki flókið, þeir vinna okkur ekki hér. Nei. Hvað svona munun frá síðasta leik og í þessu? Hvað er breytingin? KR heimilið. KR heimilið? Það er ekki flókið. Nei. Okkur líður betur á heimavelli. Þannig að Njarðvík Gryfjan er Gryfja og þeir svona fá auka kraft þar, lægri körfur. Nacic kemur leiðabúinu sínum betur ofan í þar, hann hittir ekki jafnvel hérna og Logi ekki heldur. Þannig að ég segi bara að KR heimilið hafa hjálpað okkur gríðarlega. Og kannski, Og Hitnin. Já, Hitnin, já. Auðvitað. Já, þau áttu alveg svakalegur þriðjuleikur hjá okkur, hann gerði eiginlega út um leikinn og kannski það hafi verið hægt að koma tilbaka, þá var nú kannski ólíklegt að það myndi gera svona. Já, við drápum það bara, við hittum vel og allir fóru að hitta og kom svona bara sjálfstöld í liði sem maður hefur ekki séð frá því fyrra í úrslitunum og þegar við hittum þennan gír þá á ekkert lið séð sig okkur. Haukarnir næstir, eiga þeir einhvern séðs? Hvað þurfum við að gera til þess að... Þeir svífum á skíi þessa dagana og hafa verið núna síðan í febrúar og við ætlum bara að kippa henni yfir að því. Já, meina það. Nú er þetta náttúrulega mikið undir hjá báðum liðum. Haukarnir eru þá að vinna titilinn í fyrsta skipti síðan 1988. Þið að klára eitthvað klára þrípítið ykkar. Hvað heldur hvernig koma fínir menn stendur inn í þessa seríu? Er hungraðin þá til staðar? Já, eftir við mistum ægi þá fengu allir svona auka kraft, auka metna fyrir að fara alla leið og sína það bara að saman hvað við missum einn landsliðsmann þá er ekkert lið sem að segja sig okkur og ég held að ekkert annar lið á Íslandi geti státa þessu.